Hvernig slagurinn þennan fána hversu viðkvæm svo umræða og það svo auðvelt að stilla því upp þegar menn setja spurningamerkin eins og Snorri Másson gerði við notkun þessara fána og þessara tákna til þess innan skólastofnana og þegar menn setja spurningamerki við það eða velta vöngum yfir því hvernig þeirri notkun háttað að þá strax farið í að stimpla menn og segja þú ert á móti samkynhneigðum eða þú ert á móti fólki sem hefur skipt kyn og auðvitað eigum við að tala fyrir mannréttindum og skólakerfið á þetta byggja á hugsjóninni jafnan rétt allra. En það sem að maður óttast varðandi þetta og maður hefur séð með þessa fána að þetta verður svo alltumlíkjandi. Þetta tekur á sig trúarlega mynd, frekar heldur en það mynd að sig að ræða sjálfsög mannréttindi. Og þegar að þessum fánum er hampað allstaðar, börnin sjá þetta í skólastofunum, á skólalóðinni og út allt í fyrirtækjunum, þá fara eða vakna spurningar hvað er forgangsröðunin? Hvað er það sem við erum að innprenta hjá börnunum? Er þetta upphaf og endir alls? Er þetta hlutinni sem að skilgreina okkur sem samfélag þegar upp staðið, þar að segja kynhneigð fólks?